Já, velkomin aftur. Það búið að vera hér umfjöllunum, svolítið svona alvarleg mál, verður að segjast. En við ætlum að enda þetta í spjalli alls konar hluti. Guðmundur Hrafn Arngrímsson hingað kominn af Ströndum til byggða. Velkomin til byggða. Takk fyrir það. Velkomin til mann, er ekki fáir af Ströndum? Jú, en fáirinn góður. Sterkir og hraustir eiginlega meira með allt. Þeir alltaf að segja að það vera svo hraustir Já, strandamenn og hraustir sko. Er það hornstrandir eða er það eiginlegu galdrastrandir? Já, þetta er eiginlega svona hornstrandir sko. Þetta er svona 2 daga gönguleið frá næsta vegi. Já. Það sem að þú og þín fjölskylda búið. Já. Og erum að rækta eða fugl eða sinna honum og reka við hennum og það var lengi selvið þarna en hún hefur laðist nú af fyrir einhverjum 30 árum. Og er aldrei þá gónur í matinn? Ekki lengur, það voru oft gónur og selsveifar í matinn þegar ég var krakki sko, en það er ekki lengur veitt sko, þetta er... Sigurjón, veistu hvað það er að borða gónu? Nei. Það eru selshausar. Nei, stopp nú. Það heitir góna þegar þeir horfa á mótumanninn þegar maður borða það. Með hvolpaugunum, þetta var það oft getið súrt líka sko. Það var ekki getið... Súrar gónur. Súrar, eða sérstaklega hreyfanir sko, það voru alltaf getið súrir sko. Og það var bara í þinni æsku? Já, og bara lengi vel, bara framöndir aldamótin, bara mjög... Þú hefur nú verið með börnin þarna, gengur að láta þau borða gónur og hreyfa? Þau hafa ekki fengið selkjött ennþá í matinn sko, ég er nú svolítið að bíða eftir því, en við viljum helst ekki vera að skjóta þennan sel sem er eftir, það er mjög lítið af sel. Það er eiginlega sko, það er til dæmis... Við vitum það bara ekki, þannig að honum hefur fækkað gríðarlega sko. Það var þannig að það voru þarna víkur á Dröngum þar sem að voru kannski 30, 40, 50 selir hvert einasta skipti sem maður gekk að framhjá. Núna kannski sér maður 3, 4, jafnvel engan. Og engin veit af hverju? Þetta er skrítið, þetta gerir sig bara strax svo að hætta að veiða þetta sko. Eftir að sko selabændur hættu að skjóta sel og verka skinn og þá hrýnur stofninn sko. Það er talið að aukningin í grásleppuveiðum hefur orðið þess valdandi að selurinn hefur minnkað svona stofni vegna þess að... Átan grásleppuna? Nei, það er bara aukning í grásleppuveiðum vegna þess að þetta eru sömu miðin sko. Kópurinn, landsselskópurinn, hann er þarna innan grásleppuna og það hafa grásleppusjómenn komið í land kannski með 30 kópur sko. Bara drukknaðir í nettunum og þetta er mjög líklega skýringin af því að okkur selastofnin hefur minnkað svona mikið sko. Getur maður ekki étið kjött sem af svoleiðis selum? Svolítið. Nei, það er bara svartfuglinn sem sækist í nettum, eða ekki? Jú, það var náttúrulega gert ef hann var nýdrukknaður sko, en það var ekki til síðan að éta svona seli sem að drukknaður sko. Hvernig er með selasafn á Hvammstanga? Þeir eru þar að fara með... Já, telja á hverju ári. Já, og svo fara með túrist út til að sjá seli. Já, en það er mjög lítið á honum. Það er mjög lítið og líka af útselum. Hún var náttúrulega að grísja útsel mjög mikið þarna í kringum 1990 þegar hringormanefnd borgaði selabændum fyrir að grísja útselin vegna þess að það kom mikill hringormur í þorskinn og þá þurftu allir selabændur að fara og grísja stofninn. Þetta var kannski gengið þverbak sko. Hörru, þú ert formaður Leigjendasamtaka, ég ætla aðeins að fá að ræða við það, en ég ætla líka að ræða að því að þú ert þarna úr þessari sveit, að því við vorum fyrr í vikunni, að þá vorum við að tala að nú er búið að leyfa vindmyllur, ráðherra, vill leyfa vindmyllur í Garpsdal, sem er í, Reykhólasveita. Og það kemur fram í svona umræðum þetta er mjög fámennt sveitafélag og ég pröfaði að heyra svona í fólki og þess að mig farið engan til þess að tala á móti þessu. Nú er enginn á móti þessu, jú, fólk er á móti þessu, það er bara svo óvíst allt í sveitinni að setja sig upp á móti því að það er einhver 1-2 fjölskylda sem hefur svona ávinning af þessu. Og svo er einhverju hugmyndur að þessir fjárfestar sem ég man ekki hvort að séu frá Sviss og Hollandi eða eitthvað staðar. Það er svo mikið af svona verkefnum í gangi að maður missir sjónar þessu. Að þau ætla að láta eitthvað svona smá pening í svona samfélagssjóð sem er nú svona einhver dæmi þetta er til þess að ég held að það séu Hjaltlandsegjum að það er olía þar fyrir utan og þar var samið á sínum tíma að það fengur svona smá pening. Ég held að þeir séu á Hjaltlandsegjum séu nú á því að þeir fái alveg hlægilega lítið í samanburði við fólki þarna hinum megin við Sundi sem er í Noregi þar sem þeir bara grundvöldur undir að reka öflugt velferðarsamfélag, það er ekki að hjálpa sem.
En þú stóðst í svolítið deilum út af Hvalárvirkjun. Já, fjölskyldan mín, föðursystkini mín, þau mótmæltu þessari virkjun og eiga lönd að þessum vatnsbólum eða þessum vatnasvæðum sem að renna í Hvalá. Af tvennum forsendum, sko. Það voru tvær forsendur. Sjálfsögðu náttúrulega er þetta gríðarlega mikil framkvæmd á óröskuðu svæði. Það kom þetta bresku vísindamaður sem að tala um að þetta væri næstu fjórðungurinn af svona þeim óröskuðu landslagsheildum sem var eftir í Evrópu. Sem sagt hálendi í kringum Drangajökul. Af því að þetta er að tala um óraskaða landslagsheildir þar sem engir innviðir, hvorki háspennumöstur eða vegir eða þess háttar, eins og á hálendinu vegna þess að það eru mjög afmarkaðar óraskaðar landslagsheildir. Þannig að hann reiknaði þetta sem held ég 21%. Þannig að sko bara það að fara að fórna þessari landslagsheild undir gríðarlega stóra vatnsaflsvirkjun sem var engin þörf á. Við vitum það að það er 23-4 kostir í rammaáætlun. Hvalárvirkjun er sá sísti metinn, sísti kosturinn af öllum virkjunarkostunum og þannig að lágeilu hlutarnir segja að afstæðin er svo að vera mótið þessu vegna þess að af hverju að virkja þarna þegar aðri kostir eru betri og svo kom þannig líka ljós að þeir aðilar sem voru á bakvið þessa virkjun þetta voru að mörgleiti sömu aðilar voru á bakvið til dæmis kísilverið í Helguvík. Þannig að sem að maðurinn hnerraði á Teslunni. Já, Magnús Garðarsson, hinn frægum Tesla Magnús, þarna voru bróðir hans. Það er svo útskýra fyrir Maríu, það var sérst maður sem var tekinn að keyra á Reykjanesbrautinni á held ég 170 km hraða og hans málsókn var að hann hefði hnerrað og sérst stigið og einmitt og hann svo fljótur upp bílinn í Tesla. Það var sérst maður sem stóð fyrir þessu kísilveri sem var eftir á higgja held ég tóm vitleysa frá Já, við talaðum að Arion banki og lífeyrissjóðirnir hefði tapað 23,5 milljarði á þessar framkvæmd. Þarna voru svona mörguleiti sömu aðilar komnir hérna bakvið þetta verkefni og þarna þessi ítalski barón sem átti þessa jörð sem ætlaði að leggja inn í þetta verkefni það kom í ljós að hann er svona vafasamur karakter þannig að það voru svona ákveðnir þættir sem urðu þess valdandi að föðufólki mitt steig svona upp á lappirnar og sagði bara nei við viljum ekki sjá þetta hérna þeim hafi verið sendt bréf hérna ári áður af virkjunaraðilum og beðinum að vera með í verkefninu vegna þess að stór hluti af vatnasvæði Drangajökuls er inn á Drangalandinu og það var hægt að taka stóran hluta af því inn í þessa virkjun og þar með stækkan ennþá frekar. Þau höfnuðu því þrátt fyrir að hafa verið boðin gull og grænir skógar og fóru fram á jörðinni friðuð til þess að svona reyna að bæði að sko svona tefla fram verðmæti svæðisins vegna þess að þetta er búið að vera byggð í 1100 ár þannig að maðurinn komið sér mjög látlust fyrir í landinu á forsendur landsins og þetta er náttúrulega óbærslega mikið stigsbreyting að koma svo inn á þetta svæði og gjörbreyta því til allar framtíðar og úr öllum skala við allt sem hefur verið gert. Þarna hafa verið sko vegir verið ruddi bara með malarskóplum eða keyrði niður á litlum dráttavélum og hús byggð á litlum efnum þannig að þetta var nú svona ástæðan, þetta var svona tilfinningalegt og svo líka náttúrulega við sáum í gegnum þetta þessi kostaboð sem þessi aðilar komið með nákvæmlega eins og þú ert að nefna hérna rétt á hann. Þarna var talað um að með þessari framkvæmd kemur vegabætur í sveitinni, aukin fasteignagjöld, aukin umsvið. Þeir bauðust til þess að mála skólan og skiptum rúður í einhverjum húsum og svona. Við komum með nútímann til ykkar. Já, svona sögðust alltaf að gera það. En okkur tókst að stöðva þetta sín tíma. En er ekki margt fólk líka á Ströndum, eða er fólk á Ströndum, sem er með þessu? Sumir hafðu fjárhagslegan hag að þessu. Já, þetta skiptir sveitinni algjörlega í tvennt, bara sko eiginlega klaufan í herða niður og við máttum kannski ekki við því vegna þess að þarna 2 áratugum áður þá var kirkjubygging sem að klauf sveitinni alveg í herða niður. Oft gerist. Það var reist þetta ný kirkja, en samt er það þannig að stór hluti íbúana í Áneshreppið, þeir eru nú ekki margir sem eru á móti þessu eða bara finnst ekki sérstaklega mikið til þessu verkefnis koma en það er líka alveg eins og þú nefnir fólk er ekkert mikið fyrir að upphefja skoðun sína vegna þess að þetta er náttúrulega lítið samfélag fólk er háð hvort öðru í svo mörgu öðru samhengi og vill helst ekki mæta nágrunum sínum í einhverju svona rifrildi
sem að skiptir ekki sko þeirra svona daglega líf máli bara eins og Svo við getum orðið hattrum í litlum hópum. Já, þannig að fólk bara mjög háð hvort öðru. Þannig eru kannski 3, 4, 5 sveitabæir í byggði við veturinn og þannig er fólk mjög háð hvort öðru og getur eiginlega ekki verið að standa í einhverju svona stórum deilum. Sko. En nú þú og þín fjölskylda mjög tengd þessu svæði. Ég var að tala hérna við Höllu Hrund Lóadóttur, þingmann og Andrés Skúlason sem er starfsmaður Landverndar. Og ég var að spyrja þau, að því að þau voru að tala að þessi annmarka á því að láta ákvörðunina liggja hjá svona fámennum sveitarfélögum. Og ég var að spyrja, eigið þá við að ákvörðunina eigi helst ekki að vera hjá þessu sveitarfélögum? Að eigi að vera ykkur aðrir sem taka ákvörðunina? Af því að það sýnt sig að einhver svona vellauður maður getur komið inn og smátt og hægt og bítandi náð undir sig miklum áhrifum í byggðarlaginu. Dæmi hjá ykkur er þannig og við getum líka sagt Vopnafjörð og Ratcliffe þar sem hann er að kaupa, allt í einu er hann orðinn rosalegur. Þetta er yfirleitt svona skilgreinda brothættar byggðir sem þeir virðast koma sér inn undir. En hvað segir þið að svona veik sveitarfélög get ekki tekið ákvörðun við fyrir sunnan verðum að taka hana? Hvað segir þið því? Nei, ég hlustaði nú á þetta viðtal og mér leist ágætlega á þar hugmyndir sem að einn viðmældin kom með að það bara ættir hreinlega bara kjósa svona verkefni. Ekki innan sveitarfélags sem heldur kannski í annarkot á landsvæðinu eða jafnvel á landsvísu vegna þess að Þá ætti að segja það að Vestfirðingar myndu taka ákvörðun Hvalárvirkjun, en ég var á ferðaði svolítið Vestfirði þegar þetta var heitast. Þú fannst engan mann á Patreksfirði sem ekki var fylgjandi í Hvalárvirkjun, engan á Tálknafirði, engan í Bíldudal, engan á Ísafirði, engan í Bolungarvík, engan á Súganda. Það var mjög fáa. Vestfirðingar voru almennt Þið hefðu fengið virkjun ef að Vestfirðingar hefðu kosið. Já, almennt voru Vestfirðingar með þessu vegna þess að það var búið að selja Vestfirðingum aukið raforkuöryggi sem átti alls ekki að koma með þessu. Þriggja-fasa rafmagn í Árneshrepp. Þetta voru svo margar rangfærslur í þessu vegna þess að kúabændur hafa verið með 3-fasa rafmagn í 2-fasa kerfi í áratugi. Fengu lánaði svona eitthvað sem ég man ekki hvort það hétu Kálvar frá Landsvirkjun sem breytti 2-fasa rafmagn yfir 3-fasa rafmagn og þetta var notað í áratugi. Þetta var aldrei verið eitthvað vandamál. Það var þetta að kaupa 3-fasa svona einhverja hálfgerðar afstöð til þess að vera með fyrir löndunarkranna á Norðurfirði vegna þess að alltaf tala að hann þyrfti að fá 3-fasa rafmagn. Þannig það var ekki það sem að Árneshreppsbúar þurftu en sko varðandi þetta að með sveitarfélag sem eru kannski 20 íbúar sem eru á kjörskrá geta á þessum tímapunkti eftir 1100 ára byggð í hreppnum á einhverjum tímapunkti 20 einstaklingar tekið svona afdrifaríka ákvörðun með landið og framtíð svæðisins og eðli þess og ásýnd og byggð og þess áttar. Það finnst mér bara vera allt og mikil ábyrgð sett á þessa einstaklinga. Ákvörðun til mörg hundruð ára. Já, til mörg hundruð ára. Það bara breytir eðli svæðisins og eðli byggðar þarna alla framtíð. Ok, en ef að litla sveitarfélag getur ekki tekið ákvörðun, Vestfirðir ekki heldur, hver á að taka þessu ákvörðun? Ég hef ekki svar við því. Hugsanlega þyrfti að setja einhvers konar svona stóra nefnd eða stórt ráð til þess að halda utan þessu verkefni. Þetta er ekki bara í Árneshreppi, þú nefnir hérna Reykhólasveit, þar sem eru líka fámenn sveitafélag og það er náttúrulega er ótakt að íbúar í Reykhólasveit geti tekið þá ákvörðun að leyfa risastóran vindmyllugarð á svæði sem að ber það eiginlega ekki svona mínu mati bara svona varandi hvernig ásýnd landsins breytist. Þannig að ég veit ekki, við þurfum bara að ræða þetta, við þurfum að hefja samtali bara hvernig. Veðrin sem að eru þarna á þessu svæði, hérna í Garpsdal, þar sem við verðum að tala um að byggja hjá þessar vindturbínur þarna. Já, þetta er Gilsfirði eða ekki satt? Þetta er Gilsfirði, já. Þetta er í Reykhólasveit en svona Barðarstranda megin. Ég veit fólk sem er hinum megin sem að mun að þurfa að horfa á þetta yfir Gilsfirði og það vill ekki sjá þetta. Já, það er engin ankvæði. Þetta er bara þannig einmitt. Það sem að ég skil ekki alveg í þessu er, ég meina ef það er tekin hann ákvörðun og það eru hann einhverju sveitungar, þeir eru sáttir við þetta, ég meina þetta eru tilraunaverkefni. Og það eru þannig einhverjum menn sem að sjá sér einhvern hag í að búa til þessar vindturbínur. Ég meina að það hlýtur að koma alls konar einhver sóðaskapur bara eða skemmdir eða þetta bilar og það þarf að taka þetta niður og annars slíkt. Er það þá
hver mun þá koma til með að bera og sitja uppi með þann skaða allan? Þeir sem rekenda. Já, en svo líka eitt í þessu, bara, þurfum við á svo halda? Bara, svona félagsstaðan í þessu, að þeir eru svona fámenn sveitafélag og að tala svo stúrt á þeirra mælikvarða, svo bara yfirgengilegt og óafturkræft til dæmis eins og á ströndum og þannig að þá klofnar kannski, þú sagði 20 manns á kjörskrá, segjum bara kannski 40 manns sem geta verið bara svarnir og óvinnir eftir þetta. Bara eins og í erfðadeilum í fjölskyldu. Já, bara ósætti og þeir sem eru á móti þessu, þeir vilja bara ekki breyta þessum hlutalandinu eins mikið og það mun gerast með virkjunni. En svo líka bara eins og sama með í Garpsdal, það er eitthvað sem vilja leysa eitthvað vindmyllugarð, sem við vil ekki sjá þetta er bara eyðilegur sveitin okkar. En af hverju þurfum við svona mikið rafmagn? Getur einhver útskýrt það fyrir mér svona eins og hvað fá bara íbúar í Reykhólasveit út úr þessu verkefni? Fá þeir eitthvað aukin lífsgæði? 4 störf. Já, aukin lífsgæði, 4 störf. Já, það er alltaf sem, það átti að vera 1 starf eftir í Árneshrepi. Sko þetta náttúrulega, þetta sjáum við bara að þetta fyrir einhvern annan heldur svæðið. Alltaf verið að tala um það að þetta sé svo gott fyrir svæðið, að var að tala um að Hvalavirkjun er svo góð fyrir Árneshrepp, átti að vera 1 heilsársstarf, en auðurinn af þessari framleiðslu, hann átti allir að fara í vasa þessar einkaaðila. Ross Beatty, þetta hefði ekki sem var eigandi Magma HS Orku, hann var búinn að selja þetta sem svona gullkálfinn í sínu fjárfestingafélagi Magma, og svo ítalskur mafjósi, þannig að þú sér bara þeir átt að græða þessu. HS Orka er þannig í dag að þeir sem reka HS Orku, það er eitthvað fyrirtæki sem er með risalán frá móðurfyrirtækinu og borgar vexti þar, þannig að HS Orka eiginlega fyrir opnum tjöldum er að svíkjenda skatti alla daga, en það er bara ekkert gert í þessu. Nei. Og þetta er svona dæmi um það hvernig að þessi erlenda fjárfesting svo kallaða, hún kemur hérna náttúrulega bara til þess að soga peningana út úr landinu. Og þessi félög sem hérna fyrir, þau er alltaf í stór skuld við móðurfélagið og sína aldrei. Sem var að byrja að borga held ég einhverja smá tekjuskatt í fyrra, bara smánarlega. En ég veit ekki hvernig á að leysa þetta öðruvísi heldur en að það þarf að vera eitthvað svona samfélagsins sátt vegna þess að þetta eru náttúrulega svona stóra spurningar. Þetta er ekki bara eitthvað svona staðbundin, tímabundin verkefni. Þetta eru stóra siðferðislega spurningar hvort að við ætlum að taka þessi landsvæði, breyta ásýnd landsins, breyta æðli byggðana á þessum svæðum og það geta íbúarnir sem að búa þarna mjög tímabundið, mjög fáir, eiginlega ekki gert og það er eiginlega ekki að ætlast til þess að þeir geti axlað þessa ábyrgð og sérstaklega ef að svona einhverju tímabundin hagsmuni hugsanlega koma með því. Það er bara, þess vegna þarf þetta bara að vera stærri í sniðum. Og í vindmyllunum þá er það eitthvað 20 verkefni sem eru eiginlega bara í burðarliðnum, eru bara á leiðinni. Þannig að það að opna þetta núna, þetta er fyrsta leyfi sem er veitt svona ævintýra gullaðismönnum, af því að það sem var búið í Blöndu og þarna einhvers staðar nálægt Þjórsá, að það er á vegum Landsvirkjunar sem hefur möguleika á því að mæta þegar það er logn, þá þarf einhver að skaffa rafmagn og þegar er mikill vindur þá þarf að draga úr rafmagninu, en þessir hafa enga slíka getu. Þannig ef að þeir fá þetta samþykkt í gegnum ráðherrann, að þá má búast við að verði vindmyllur bara, verður lóðdýraæðið í Galata verður bara hlægilegt. Og sjókvíinn og eins og fiskeldi, það bara komið inn á hringinn í kring landinu. En svo sér maður líka eitt svona megin þema í þessu öllu saman að þessi fjárfestingar samfélag sem að standa á bakvið svona annars vegar vindorkuna eða vassaflvirkjanir og þess að þeir svona eru flinkir í að kaupa til fylgilags við sér svona einhverja afdankaða stjórnmálamenn sem hafa góða tengingar inn í stjórnkerfið. Maður sér þetta á þessum fundum hverju þessi aðilar fara fyrir hagsmunasamtökunum þeirra eða ákveðnum verkefnum. Það sér maður nöfn sem að þekkir sem hafa verið inn á Alþingi eða verið í stjórnkerfið. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins meira og minna. Já, ekki bara og líka Samfylkinguna. Þetta Helgi Hjörvar til dæmis, hann fer fyrir einu svona vindaflökk. Já, ég sá nafnið hans á svona ráðstefnu sem var að kynna
vindmylluverkefni í Borgarfirði, hann fer fyrir því. Og svo sáum maður bara Einar Kristinn Guðmundsson fyrir fiskeldið, Halldór Halldórsson fyrir kísil, þetta ekki kísil, verksmiðjurnar í Súðavík og Bíldudal. Og þeir eru duglegir við þetta. Það er fyrirverandi stjórnmálamaður, hvað hann að selja? Hann getur selt tengslanið sitt og hverju vilja kaupa, það einhverju erlendir fjárfestar sem þekki Ísland ekki raskat og þá bara kaupir 2-3 þingmenn fyrirverandi, eða ekki? Jú, það bara finnst þér leikurinn. Já. Þá þarf að leggja þetta vel á borðið fyrir fjárfestana. Já, þetta er bara svo stóra spurningar. Ætlum við að skipta takt svona all svakalega á þessu svæðum? Ég meina, auðvitað getum við ekki látið tilfinninga svona tilfinningarnar ráða öllu svona einhverja náttúru sín og svona. Ég er ekki að segja það, og ég er alls ekki þar. Ég reyni að vera pragmatískur og ég hugsaði vegna þess að ég vann nú að þessu hvalárverkefni því ég kom hérna fyrst heim úr námi, þá var ég með hluta af þessu verkefninu að borði hjá mér því ég vann hjá VFSO og var svona minnst að rýna í það. Þá var þetta líka bara allt öðru þessu verkefni, sko. Það var næstu heilmikið minna, átt að fara rafmagnis með sæstrengin á Ísafjörð. En svo þegar að koma þessi verkefni aftur 2014-15 þá átti rafmagnin bara að fara inn á kerfið, hringkerfið og kaupendurnir voru að mestu leyti gagnaver. Þannig að sko það þarf að hugsa líka bara hver eru samfélagslegur svona samfélagið ágóðin af þessu. Ef það er þannig að þú ert með eitthvað svæði, jaðarsvæði sem hefur hreinlega bara ekki orku og það er bara lífsspursmál fyrir það að það fái orku úr þeim auðlindum sem eru á staðnum, þá náttúrulega kemur allt annað sjónarmið inn í umræðinu og þá má kannski fara lengra með svona verkefni sem að öðru leyti kannski ætti að baka með. En það væri þá bara sveitafélögin sjálf sem að myndi þá sinna því væntanlega ekki einhverju auðmenn. Já, fyrir utan það, þetta er náttúrulega ætti öll svona orkuöflun að vera á hendi hins opinbera. Þetta er verið að breyta orkukerfin okkar yfir í því að verða svona gullgrafara kerfi fyrir þá sem að vilja auðgast. Já. Það á saman við húsnæðiskerfið sem hefur orðið bara umbreyst á undanförnum árum og í Leigjendasamtökunum hafa verið að berjast fyrir að það verði snúið á braut. Er eitthvað að frétta því? Ég sé ekki plön í þessar ríkisstjórn, það er ekki einu svona glærusýningar. Nei, það er bara engin plön og ég sko bar mikla væntingar til ríkisstjórnarinnar þegar hún var mynduð rétt fyrir jólin því þarna eru aðilar sem hafa verið duglegir að berjast fyrir málefni leigjenda og bara tala fyrir húsnæðismarkaðnum. Það voru einstaklingar sem inn í Samfylkingunni eru í ráðherrastól sem voru bandamenn leigjenda mikið til allt síðasta kjörtímabil fyrirvandi formaður VFR, formaður nefndar og áhrifamikið innan ríkisstjórnarinnar en samt sé ég... Fyrir ykkur húsnæðishópi, Ragnar Þór. Já, samt sé ég ekkert koma haldbært frá henni. Það eru tillögur að þrengja að Airbnb sem mun skila mjög takmörkuðum áhrifum og þau munu taka töluvert langan tíma að koma fram á meðan húsnæðisskorturinn kannski aukast 1000-1500 íbúðir hver einasta ári og hann að auka á neyð leigjenda. Það að auka valda ójafnvægi á milli leigjendan og leigusalans út af þessum skorti og þannig komin náttúrulega einhver svona hákarla menning sem að þrífst á neyð leigjenda og kannski eru þessi hákarlar og kannski þeir allar stærstu bara svo valdamiklir í samfélaginu að svona þegjandi þessu viðhaldi þessu ástandi og þetta sko... Réttur þeirra til þess að græða á sér, hann bara æðri rétti þínum til þess að búa í öruggu húsnæði? Já, svo sjáum við bara stór hagsmunasamtök vera amast við því að Bjarg sé búin að byggja hérna á síðustu 10 árum 1000 íbúðir, þetta eru 100 íbúðir á ári, sko ég fagnaði tilkomu Bjargs og hef alltaf bara hrósað því verkefni en þegar að vera að nota Bjarg sem eitthvað svona eitthvað svona rökfærslu fyrir því að það sé verið að koma móts við neyðina húsnæðismarkaði, þá það bara einfaldlega ekki rétt vegna þess að þetta hefur ekkert að segja. Þú ert með Bjarg í kringum innan við 1% af íslensku húsnæðismarkaði. Það hefur mikið að segja eitthvað fyrir það fólk sem fær að vera fær íbúðir. Já, en þetta hefur ekkert að segja stöðu þeirra sem að komast ekki. Vandan sjálfan. Nei, þetta bara nákvæmlega eins og væri með 5.000 manns í sjónum og væri með gúmmibát sem geti tekið 10
og getur sagt, þetta er nú gott fyrir þessa 10, en hinir sko 4.990, þeir bara verða að framlega þarna og einn að drukna. Þannig að það er ekki hægt að segja að við gerðum þó eitthvað meðan þú horfir á alla massan þjást og vera að tróða marfaðan og reyna að halda lífi í sér og börnum sín. Þess vegna finnst mér þetta bara ekki viðeigandi að nota Bjarg og segja svo mikið höfum við gert meðan að þetta er bara dropi í hafið. Ef að Bjarg og önnu verkefni, svona óhagnaðurinn verkefni, eru komin í 25-30% af minnstakosti leigumarkaðunum og helst af öllum húsnæðismarkaði, þá er þetta að fara að segja. Þetta er búið að breyta öllu hérna, eða breyta miklu og breyta til batnaðar. Það er ekki hægt að segja að þetta hafi breytt til batnaðar nema fyrir þessi örfáu fjölskyldur sem komast þarna inn. Meðan húsaleiga hækkar hérna á 2-3 árum úr 260-70.000 krónur í 430.000. Ætlar þú að segja það við þá fjölskyldu? Já, það komst nú ein fjölskylda inn í Bjarg núna í síðustu viku. Það verður ekkert að segja fyrir þessa fjölskyldu. Og allar 1000 fjölskyldur sem að búa við nákvæmlega þessa aðstæður. En þú sagði 430.000? Já, það var bara frétt í DFF hérna fyrir nokkrum vikur síðan fjölskyldur sem komst þó inn í íbúð hjá leigufélaginu Blæ sem að það sem húsaleiga hafði hækkað á tæpum 4 árum úr 260 í 430.000. Þetta er ekkert einsdæmi. Ég veit mörg svona dæmi og mörg verri. Þannig að þetta er bara hverjum degi. Það berast okkur erindi og ég fæ mikið af persónulegum símtölum og sendingum þar sem verða að segja mig bara frá, fólk er að segja frá aðstæðu sínum og oft bara í miklum átökum við leigusalana vegna þess að fólk getur ekki þrátt fyrir þessi lögbundnu réttindi sem það hefur samkvæmt húsaleigulögunum sem eru þó veik að það er erfitt fyrir fólk í þessari stöðu að athafna sig á móti leigusalanum þegar að veit af því að ef það missir þessi íbúð sem það þó býr í að þá tekur ekkert við. Það er ekkert þarna úti. Það er svona 5 fjölskyldur hverja einustu lausu íbúð sem losnar á leigumarkaði. Þetta er hryllingur. Þetta er hryllingur. Ég skil ekki, eftir öll þessi ár, að það sé ekki búið að vera bara eitthvað þjóðar átak í þessu. Bara eins og hefði orðið bara snjóflóð. Eða eldgos í Grindavík. Það var nú alla þjóðarátak. Nei, en þó allavega... Þegar ég var barn þá var þjóðarátak að koma Vestmanningum undir þak og þá voru reist viðlagsjóðs. Já, heilu hverfin hérna margt. Það var ekkert svoleiðis. Nei, ekkert svoleiðis verið gert. Ég er alltaf að tala um þjóðarátak út af geðheilbrigðismálum, út af geðheilbrigðismálum barna, það er þjóðarátak, svo verður aldrei neitt að þessu. Nei. Sko þau verðum að segja, svo við erum að tala við Grímaðan og Guðmund núna og þá er það þannig að sem sagt innviðaskuldin hún er svona mikil. Á sama tíma er fólk á Alþingi að berjast gegn hækkun á sköttum með hverju sem til að fara inn í þessa hítra. Og eða öllum þessum ómælda tíma í að tala um eitthvað sem að skiptir kannski ábúrslega litlu máli svona í hinu stóra samhengi. Skiptir örfáum máli, hvort að þeir eigi ég man ekki hvað á Samherji mikið, 170 milljarða eða hvort þeir eigi 169,5. Einmitt. Já, svo svo er svona einn angi að þessu sem maður náttúrulega ætti að vera meiri í umræðinu. Það er alla líkur á því að eftir svona 20 ár þá munu svona 35% af Íslendingum koma á lífeyrisaldur verandi á leigumarkaði. Óregluvæddum stjórnlausum leigumarkaði. Hingað til hefur þetta verið svona meðaltali svona 3-5-6% fyrir til verkefælisfélögunum og lífeyrissjóðunum hversu stór hluti sjóðsfélagana er á leigumarkaði þegar koma á lífeyrisaldur vegna þess að lífeyriskerfi okkur svolítið byggt upp þannig að þú átt að svona flestir búa í skuldlausu eigin húsnæði komin á lífeyrisaldur eiga kannski fullt af eigin fél. Þá getur þú mögulega lifað af eftirlaununum þínum. En ef þú ert á leigumarkaði, gleymdu því. Já, gleymdu því. Bara gleymdu því. Þú getur jafnvel losað þessa eign sem þú átt, flutt í minna og nýttir þetta fé til þess að eiga þá þetta áhyggjulausa ævikvöld sem ég heyrði bara fyrst nefnt þegar ég er bara smákrakki í Vestri Bólingavík, það var alltaf að tala um þetta. En þetta, þetta lífeyrisþegar framtíðarinnar horfa upp og lifa við algjöra hörmungar. Þú kemur til okkar að ræða sérstaklega eftirlauna fólk á leigumarkaði en við viljum að slá botnin í þetta vegna þess að á hinni rásinni, almannaútvarpinu sem er ríkisútvarpið, að þar er að fara að byrja fréttir eftir örskamma stund. Við vorum með fréttir kl. 7 á svona eðlilegum tíma og þar við erum að reyna að hafa skemmtilega fréttir en tala alvarleg mál, við tala mikið alvarlegum málum í kvöld en reynum að gera það með svona eðlilegum hætti. Og takk fyrir að koma og hjálpa okkur við það. Takk fyrir mig. Ég minni á að samstöðin er tilraunaverkefni og það bara,
Já, hangir upp á því að fólk þann úti sem að horfir og hlustar sláist í hóp með okkur og gerist áskrifundur. Ef þú vilt vera í þeim hópi sem heldur upp í samstöðunni til að vera mikilvægi í lýðræðislegu samfélagi, að þá getur farið inn á samstöðum.is, þar hneppur sem ástendur áskrift og skráð þig. Ég sagði í gær að hefðu 5 skráð sig fyrir 6 áskriftum þann daginn. Ég taldi það ekki, ég kíkti bara í dag að þá voru komin 4 fyrir 5, þannig að þetta hægt og bítandi mjagast inn. Þannig að það er að átakan úti að renna stoðum undir samstöðuna svo við getum haldið áfram. Draumur okkar að geta vera áfram með þennan fréttatíma, en til þess að þá þurfum við stuðning frá ykkur. En takk fyrir í bili, við verðum hérna aftur annað kvöld klukkan 7 þegar það verður fótbolti á RÚV, þá verður fréttir á samstöðunni. En takk fyrir í bili.